Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl, þetta Suðurnesja Magazín Víkurfrétta og það kominn febrúar. Viðfangsefni þáttarins eru fjölbreytt og skemmtilega þessu sinni, en við byrjum í veitingahúsinu Soho í Keflavík, en þar talað táknmál í eldhúsinu alla daga. Einn af matreiðslumönnum staðarins heyrnarlaus og það ekkert vandamál. Við förum í garðinn og skoðum magnað einkasafn sem einn af íbúum byggðarlagsins hefur komið sér upp. Þar eru skemmtilega flugvélar, bílar og margir merkilegi hlutir. Og í þættinum kíkjum við í sólina á paradísareyju á Bahamas. Kylfingur.is var að fylgjast með einum fremsta kylfingi Íslands reyna fyrir sér á sviði atvinnumennsku. Jú, við fórum að fylgjast með Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur á hennar fyrsta golfmóti á LPGA mótaröðinni. Jakub Groys 22 ára pólskur kokkur sem vinnur á veitingastaðnum Soho í Reykjanesbæ. Hann heyrnarlaus en hefur þó ekki átt í neinum vandræðum með að eigi samskiptum við vinnufélagana. Jakub hefur kennt hópnum ýmis táknmálstákn og stundum notaði símann til að tala saman. Þá skrifar Jakub setning á pólsku inn í Google Translate og sýnir þeim sem hann að tala við þýðinguna á íslensku. Að sögn Arnar Garðarssonar yfirmatreiðslumeistara á Soho þá hefur nærvera Jakubs gert hópinn nánari. Til dæmis þá heilsar Jakub öllum með handaband á hverju morgni og núna hafa þau öll tekið upp þann sið. Jakub hefur fengist við eldamennsku síðan hann var 16 ára og lærði fagið í tækniskóla heima í Póllandi. Hann segir það skemmtilegasta við að vera kokkur að gleðja fólk með góðum mat og vinna með góðum vinnufélögum. Núna eru liðnir 6 mánuðir síðan Jakub flutti til Íslands. Kærastan hans ætlar svo að flytja til landsins á næstunni. Hann hefur þétt starfsfólkið saman af því við erum náttúrulega öll að einblína á að skilja hann og hann skilji okkur og það komin svo mörg svona tákn sem hann búinn að kenna okkur varðandi klukkuna, varðandi dagana, varðandi bæði fisk og kjúkling og fiskur og eitthvað svona sem allt í einu við erum farin að skilja hvað hvað og svo náttúrulega sumt sem hann segir svona bara með örunum og við skiljum það. Og við erum alltaf að læra á hverjum degi eitthvað nýtt og í versta falli þá skrifum við niður. En það mjög sjaldan að koma upp einhver misskilningur. Örn segir mikilvægt að atvinnurekendur gefi fólki með fötlun tækifæri á vinnumarkaði. Maður getur alltaf fundið leiðir hvernig þau geta passað inn í hópinn. Af því að hausinn skýr og það allt annað í góðu lagi. Þannig að ég var rosalega ánægður að hafa tekið þessa ákvörðun vegna þess að bæði fyrir, eins og segja, fyrir okkur og hann aldrei unnið á eins skemmtilegu vinnustað eða þar sem allir eru skiljandi og tala ekki sama tungumál og við. Og það svo stutt í að fara í símann og skrifa eitthvað niður og láta þýði yfir á pólsku þannig að skilja örugglega eða þá að bara hvað hann þarf að gera. Það var einlægur áhugi í Norðurlöndunum sem dró Jakub til Íslands og hann þegar farinn að læra íslensku. Og hann les uppskriftirnar sem þarf að gera, það eins svona kaldar sósur og ýmislegt. Hann les það alveg bara í gegnum íslenskuna Það svo fljótt, hann með þessa fötlun, þannig að hann leggur ennþá meira á sig heldur en kannski sambærileg einstaklingu sem allt í lagi. Í ónefndu húsnæði í Garði á Suðurnesjum hefur á síðustu misserum orðið til stórt og merkilegt safn muna úr ýmsum áttum. Safnið einkasafn Hilmars Foss og fjölskyldu hans.
Hilmar flutti í garðinn fyrir nokkrum árum úr miðborg Reykjavíkur eftir að hafa verið tíður gestur hjá vinu sínum Ingvari Gissurasyni suður með sjó. Hilmar á því að það sé betra veður í garðinum en við Garðastræti í Reykjavík. Hann keypti því íbúðarhús við innkomuna í garðinn og annað húsnæði þar sem safnið að verða til. Sjónvarpsfólk Víkufrétta tók hús á Hilmari og safninu hans. Hvernig myndir þú skilgreina þetta rými? Ef þú annað borð skilgreina eða eitthvað? Það kannski hægt að segja að þessi geymsla hans að vera með hillur á veggjum. En munina hérna inni? Ertu safnari eða hvað myndir þú svona kalla þetta svona, já, hlutina? Dót. Þetta hérna, mikið náttúrulega hefur komið frá foreldrum mínum og fjölskyldu, margt mjög gamalt og svo hefur svona bæst við hægt og rólega í gegnum marga áratugi. Þannig að þetta ekkert eitthvað sem að gerist í gær. Hvað fær mann til að safna svona dóti saman á sama stað? Sumir safna frímerkjum og þau eru kannski skynsamari því að þau taka minna pláss og geta verið í möppu upp í hillu og aðrir málverkum. En sumt grípur augað, snoturt. Það fyrst og fremst sem að heilla við alla þá muni sem hérna inni? Það eitthvað sem að bara heillar þig við kannski fyrstu sýn eða? Já, mann dettur eitthvað í hug, maður sér eitthvað eða sagt frá einhverju og svo sem ekkert eitt frekar en annað. Finnst þér skemmtilegra áhugaverðar ef hlutin eiga sér eitthvað sögu líka? Já, það náttúrulega, ef maður veit söguna þá fyllir það svolítið upp í tómarúmið í kringum hlutin. Hvar var hann, hver átt hann, til hvers var hann búinn, af hverju var hann keyptur og svo með sumt af hverju áttu svo að hendunum sem kannski var það ekki. Já, með þér eru margir hlutir sem að hefðu annars endað eitthvað staðar í ruslinu. Þér kannski umhugað þetta að við séum ekki að sóa einhverjum hlutum sem virðast kannski oft bara hversdagslegir. Ég sumt náttúrulega getur elst og haft áfram notagildi sitt. Annað verður kannski til gagnsleysis en gaman að eiga. Sumir eins og ég segi, safna hlutum X og aðrir Y. Og mér aldrei, allavega fyrir mig, einhverju ein átt í einum hlut eins og kannski frímerki eða eitthvað svoleiðis sem margir hafa mikinn áhuga á. Að það kannski ekki alveg eitthvað sem hefur nokkru sinni gripið mig. Þetta meira svona bara, eins og maður segði á ensku, seemed like a good idea at the time. Nú hérna náttúrulega ótrúlega fjölbreyttir hlutir en svona við fyrstu sýn þá sér maður hérna flugvélar, mótorhjól og bíla. Ertu svona tækja dellukall einhver? Nei, í raun kannski ekki en bifreið náttúrulega praktísk en hún getur líka verið snottur og skemmtileg. Flugvélar náttúrulega hafa sína funksjón til síns brúks og sjálfsagt væri eins og þessi flugvél sem hér hægra megin við mig fljúgandi ef að umhverfi flugmálayfirvalda væri skynsamara heldur en í dag. En já, eins og bílarnir hana, þetta eitthvað sem þú notar eða standa þér bara svona upp á fegurðina að gera þetta? Nei, maður hefur gaman af því og það annað sem hér á Reykjanesi og út á Garðskaga eru virkilega skemmtilegar akstursleiðir sem maður komin á strax og maður búinn að bakka út úr innkeyslunni. En í Reykjavík umferðin þannig að hún eiginlega hörmung og eymd þar til komin út fyrir borgina. Einu sinni settu menn möl í hólur til að losna við hóluna en í Reykjavík búa þeir til hólurnar það snúa bara í hina áttuna að hitta hraðahindrun. Hvað eitthvað sérstakir munir sem eru í einhverju uppáhaldi eða eitthvað svoleiðis sem maður spyrir þannig? Já, sem maður tæki með sér ef maður þurfti að flýja? Nei, kannski ekki. Sængin. Hefur eitthvað tilfinningar í garð þessara hluta? Þú veist, fyrir utan að þeir gleðja augað? Já, svona ef maður myndi missa eitthvað að brjóta. Ég held að maður myndi nú ekki fá neitt ekka yfir því. En það kostar ekkert að ganga vel En já, þú talandi kostnað. Hvað þetta mikið sem þú ert búin að fá einhvern veginn ratað hérna til þín eða ertu búin að eyða miklum fjármunum í þetta? Nei, maður myndi nú kannski ekki segja að það veri svo. Oft hafa ratað hluti sem einhver ætlar að henda
sér ekki notagildi í. Stundum ekkert gaman að einhverjum hlut sem að situr einn upp á hillu, en hafir annan hlut til að hafa við hliðina, þá allt í einu fer þetta að verða svolítið öðruvísi. Gamall olíubrúsi bara gamall olíubrúsi og ljótur inn í bílskúr, en svo ef þú búin að setja hann kannski einhvern annan stað, þá allt í einu verður hann dekoratífur. Hliðin á gamalli bensíndælu kannski eins og hérna fyrir aftan okkur. Til dæmis. Hérna virðist hver hlutur svona eiga sér sinn stað. Ertu mikið búin að pæla þetta út svona hvernig þú setur þetta upp? Nei, þetta hefur svona bara ratað á sína staði. Þannig að það er engin sérstöku vangavelta í margar vikur áður en eitthvað fer á einhvern stað. Og oftast þá einhvern veginn ratar hluturinn bara á einn stað og svo er hann þar. Hvað sérðu fyrir þér svona að þetta rými verði í framtíðinni? Verður þetta eitthvað sem að almenningur getur borið augum eða er þetta svona fyrir kannski þig og vinnum vandamenn eða hvernig sérðu það fyrir þig? Maður hugsa þetta fyrst og fremst bara sem hús til notkunnar. Hér getur maður skipt bremsuklossan á bílum sínum og bónað og svo framvegis. Þannig að það er sko allt í funksjón, þar að segja, það er ekkert hérna sem maður ekki hefur, er ekki hægt að nota, maður þarf að grípa til. Rampaði til mín eldgamall rörskeri fyrir slysni í sumar og svo þegar ég þurfti að skera sæmilegt rör, þá var ágætt að nota hann og skila honum svo bara á sinn stað aftur, ekki honum í verkfærakistuna reyndar. Náttúrulega ef að pláss leyfir, þú talar um það að geta notað plássi, en það er náttúrulega orðið svolítið þétt setið hérna. Hversu miklu getur þú bætt við því? Segir ekkert tímann stopp eða hvernig er það? Maður náttúrulega tekur ekki eða hleypur ekki eftir sko, hverju sem er og oft þarf skynsemin að ráða og maður þarf að halda sig frá einhverju sem gæti verið voða gaman að eiga. Meðal safnmuna í eigu Hilmars kók góskellir sem var á skemmtistanum Bergási í Keflavík og allir keflíkingar á miðjum aldri þekkja. Einnig þar að finna glimskrattan af veitingastaðnum Olsen Olsen, barborð af Hressó, en hluti þess ennþá í notkun í sjoppu í Keflavík. Aðspurður hvort hann láti hluti frá sér af safninu, þá viðurkennir Hilmar að hann selji frá sér bíla, en smærri hluti hefur hann ekki látið frá sér. Er þetta eitthvað sem að fullt af þessu kannski ætti heima á safni en fólk hefur kannski ekki átt að segja á því að ætti heima þar eða? Já, sko ef við horfum til ýmissa safna á Íslandi þá eru þau mörg hver óskaplega stöðnuð. Ég maður þegar maður var pínlítill og fór fyrst á þjóðminjasafnið þá þótti voða merkilt að sýna manni gamalt skyr í einhverju krukku og þegar ég fór þar síðast, þetta er svolítið langt síðan, þá var skyrið á sama stað. En mér langaði miklu frekar að sjá hina hlutina sem voru inn í geymslu og enginn hafði séð. Og ef að safn er geymsla sem enginn sér, til hvers er það þá? Til hvers er að friða hluti eins og innréttingarnar úr Reykjavíkur apóteki þegar að enginn veit hvar þær eru? Kannski búið að henda þeim, kannski einhvers staðar í gámi, en enginn sér þær. Fundarherbergi í Eimskipafélagshúsinu sem er milli þilja, en friðað. Hafa einhverjar stofnanir eða eitthvað falast eftir einhverjum hlutum hérna hjá þér? Nei. Kannski vit ekki að því, hér er náttúrulega með alls konar sem að er af húsum og götu heiti, alls konar skilti og annað svona sem að einmitt er hluti af borginni og svona, en já, það er enginn sýnt þessum neitt sérstaklega áhuga. Ef þeir hefðu sýnt því áhuga og þeir sem það gripu þá þegar það var hægt og kom í veg fyrir að þeir sem að áttu og sáu borgaryfirvöld eða aðrir hefðu annars hent, þá kannski er ekki ýkja mikil ástæða til að ætla að áhugi sé fyrir slíkur hlutum í dag. En þú náttúrulega verið búin að forða fullt af hlutum frá þeim örlögum? Já, kannski eða einhverjir aðrir sem að hafa svo laumað hlutunum til mín og okkar. Það er svo sem þetta segja það svoleiðis. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Komið sæl og verið velkomin í umfjöllun okkar frá fyrsta móti sem Ólafía Þórunn Kristinsdóttir lék í á LPGA mótaröðinni á Bahamas. Ólafía sem þrívegis hefur orðið Íslandsmeistari í höggleik lék á síðasta ári á Evrópumótaröð kvenna, LT, en var með takmarkaðan þátttökurétt og lék því einni á mótaröðinni fyrir neðan.
Hún náði sér í góða reynslu og ákvað að fara alla leið síðasta haust og reyna við stæðstu mótaröðuna LPGA í Bandaríkjunum og fór í gegnum 3 úrtökumót. Hún endaði í öðru sæti á loka úrtökumótinu en nærri 600 kylfingar reyndu fyrir sér í mótunum. Rúmlega 20 konur unnu sér inn þátttökurétt á LPGA. Árangurinn var frábær og Ólafía er fyrsti kylfingurinn sem vinnur sér rétt á LPGA. Ólafía ákvað að taka þátt á fyrsta móti ársins á Paradísareyju á Bahamas 27. janúar. Undirbúningu fyrir móti var kannski ekki eins og skildi því hún þurfti að fara í kjálka aðgerð 15. desember en hún gekk þó vel. Kylfingur.is ákvað að fylgja Ólafíu eftir á fyrsta mótinu og fljótlega við komuna spurðu við hana hvernig það væri að vera nýliði á mótaröðinni og hvernig móttökurnar hefðu verið. Þeir hjálpa okkur ótrúlega mikið og eins og í síðustu viku þá voru 2 dagar þar sem að bara kynnti allt fyrir okkur, reglurnar og fjármálin og svo komu líka svona stjörnur og töluðu við okkur eins og Nancy Lopez kom og talaði mjög mikið við okkur og ég fílaði hana alveg í botn og svo kom líka Mo Martins, hún var ótrúlega næs og bara góð stelpa og hún vann einmitt British Open þannig að þær kunna alveg golf. Já, við hittum hana hérna aðeins og hún heilsaði þig mjög vel og svona var að spjalla við þig og við hittum líka aðeins vinkonu Ína Woods og þetta er allt svona mjög vinkonarlegar stelpur. Já, allavega flestar, það eru svona, ég hef heyrt að hérna á þessum túr það eru stundum svolítið svona keppnisskap í þeim og ekkert ofalmennilegar en ég hef allavega ekki kynnst því ennþá þannig að ég reynir bara að halda mig við vingjarnlega hópinn. En þegar þú horfir aðeins tilbaka og varst að keppa Íslandsmeistaratitilinn á Akureyri í fyrra og varst reyndar þá líka að keppa á Evrópumótaröðinni, sástu þetta fyrir þér að þú yrðir komin á LPGA árið 2017? Sko, já, í rauninni, þú veist, maður verður að trúa því að maður geti það og sjá þetta fyrir sér en svo þegar þetta gerist þá er það svolítið svona, wow, þetta tókst í alvörinni, þannig að, já. Er góðar aðstæður hérna fyrir ykkur atvinnumennina? Þú veist, er svona, já, ýmislegt gert fyrir ykkur sem að þú kynnist kannski ekki sem áhugamaður? Já, þetta er ótrúlega flott allt hérna í kringum þessi mót, þú veist, það er í mötuneytinu, þú veist, ég get fengið að borða þar hvenær sem eða morgunmat og hádegismat og svo ég komin upp á hótel og svo bara frábæra æfingaðstæði hérna og allir tilbúnir að hjálpa. Það sjúkraþjálfar á staðnum, læknar á staðnum, það allt hérna. Svo svolítið gott veður hérna líka. Svo veðurguðirnir eru líka í góðum gír hérna. Ólafía var mjög ánægð með að vera í ráshópi fyrstu 2 dagana með bestu vinkonu sinni sem hún kynntist í Wake Forest háskólanum í Bandaríkjunum en það er engin önnur en Cheyenne Woods. Þriðja í hollinu var Natalie Gulbis, heimsfrægur kylfingur, þó stjarna hennar hafi aðeins fallið að undanförnu. Cheyenne er frænka Tiger Woods og við ræddum við hana á Bahamas. I've known Ólafía for so many years and it's the first time I played with her in a tournament. So the last 2 days have been a lot of fun and I'm glad I was able to spend her first LPGA tournament alongside her. How can you describe her as a golfer? Ólafía is a great golfer. I don't know, I love playing with this. Like I said, first time I've played in a tournament with her, and so it was really fun. And Ólafía, she's very focused, very laid back, great sense of humor. So I think she has a great personality for being out here, just in order to enjoy it, but still be focused. And you see her; she's out there practicing right now, so she's very determined on being successful. So I think she'll definitely do great out here. Það var ljóst að fyrstu 2 dagana skemmti það greinilega ekki fyrir að þær stöllur voru saman í holli því þær spjölluðu mikið saman úti á völlunum og okkar kona var í góðum gír. Ladies and gentlemen, this is your 8:22 tee time. Would you please welcome from Reykjavik, Iceland, making her first appearance in the LPGA Tour, Ólafía Kristjánsdóttir.
Ólafía lék fyrsta daginn á 2 höggum undir pari sem var flott byrjun en annan daginn gerði hún enn betur og lék eitt besta hring sinn á ferlinum þegar hún fekk 5 fugla og tapaði engu höggi á hringnum. Sannarlega frábær byrjun hjá Íslendingnum. Varstu búin að sjá fyrir að þú myndir koma í skjönnu niðurskurðin og þá spyr ég næst, hvað næsta markmið? Já, þú veist, ég trúði alveg að ég gæti komist í niðurskurðin en ég var eins og ég sagði í gær ekkert að pæla í því í rauninni. Bara slá 1 og 1 högg í einu og svo kemur í ljós hver niðurstaðan er. Ég gerir mitt besta og það er eina sem ég get gert. Og svo næst bara að halda áfram þannig. 1 högg í einu og... Þetta er gamall og góður frasi sem að er oft talað en hann virkar. Já, að vera í núinu, það er á mikilvægast. Að vera ekki að hugsa hniðurstöðuna eða síðustu holur og það er mjög mikilvægt. Eftir 2 mjög góða daga gengur hlutirnir ekki eins vel hjá Ólafíu á 3. degi. 4 yfir pari og hún hrapaði úr 20. sæti niður í á milli 60 og 70. Þreyta spilaði inn í en hún var samt bjartsýn þrátt fyrir þetta bakslag. Í dag, þetta var ekki alveg nú gaman, þannig að morgun er ég bara að hafa gaman að þessu og já, reyna að fókusa á að vera í núinu. Ég náði því ekki í dag. Ólafía sýndi strax í 4. hringnum að hún var einbeitt og klár í slaginn. Hún lék flott golf eins og fyrstu 2 dagana og endaði hringinn á 2 undir pari. Hún náði þó ekki að vinna sig upp listan og endaði 69. til 72. sæti á 5 undir pari. Okkar kona vann sér inn rúmar 300.000 krónur á þessu fyrsta móti sínu og tekur dýrmæta reynslu með sér. Næsta mót verður í Ástralíu og síðan fleiri í kjölfarið. Ólafía var sátt á móti loknu þegar við ræddum með hana. Jú, ég er bara mjög sátt með að vera 3-4 dögum undir pari. Átti 1 off-dag sem bara gerist og í dag var allt komið í gírinn aftur. Já, þú varst að leika bara svipa golf í dag eins og dag 1 og dag 2. Þú varst að slá öll höggin nokkuð vel og oft í færum fyrir fugl. Já, þetta var svona smá alveg á brúninni dagur. Þannig að það voru nokkur pútt sem voru bara hálfsfreitt frá en svo fekk ég líka þetta pútt sem fór í. Þannig að þetta var smá þolinmæði. Náður svona aðeins að vinna í, hvað getur þú sagt, í núinu? Þú hefur verið betri í einbeitingunni í dag heldur en á 3. deginum? Já, ég náði að halda mér í núinu og einbeita mér bara 1 högg í einu. Og bara mjög afslöpuð í dag. Hvað tekurðu með þér eftir svona mót? Þitt fyrsta mót á LPGA mótaröðinni og hvað tekurðu með þér? Bara ég er reynslunni ríkari. Þetta er öðruvís að vera á svona stóru sviði og því líkt dýpt hérna hversu margir eru undir pari og bara já, ég læri bara af þessu og því meira sem ég spila hérna því þægilegra verður það. Þannig að vonandi bara næsta móti ennþá betra. Já, það er alveg ljóst að miðað við skorið í þessu móti að þetta er gríðarlega flinkar golfkonur hérna. Þetta er bara elítan hérna. Hvað myndirðu segja og þyrftir að bæta helst? Er þetta bara svona almennt allt saman sem að þarf að fá náttúrulega fleiri pútti í og annað? Það er það sem telur, maður hefur svona verið að fylgjast með þeim efstu hérna. Þær eru greinilega að setja fleiri pútti í. Já, kannski ég er ekki alveg komin í gírinn strax eða þú veist, æfingarleysi núna en þannig ég þarf bara að æfa meira og ég held ég sé á réttri leið með æfingarnar mínar þannig að svo líka bara að vera aðeins sterkari hér og trúa sjálfa mig meira. Þetta er mjög mikið sjálfstraust þannig að þegar í því þá bara eru mér allar leiðir færar. Unnið að því að setja upp jarðbor við eina af borholum HS Orku í nágrenni við Gunnukver á Reykjanesi. Jóhann Sigurbergsson hjá HS Orku sagði í samtali við Víkufréttir í þessari viku að bora þurfi í eina holu á svæðinu til að gera við fóðringu í henni. Umrædd borhola er næst Reykjanesvita við veginn að Gunnukver. Ekki langt þar frá er önnur borhola og eflaust sú dýpsta á háhitasvæði í heiminum.
Hún hluti af djúpborunaverkefni þar sem stefnan var tekin á að fara með borin niður á 5000 metra dýpi og komast í 400–500 gráðu hita með tilheyrandi orku. Hjá fiskmarkaði Suðurnesja voru seld 812 tonn í janúar á móti 1800 tonnum á sama tíma í fyrra. Þetta gerir samdrátt upp á 1000 tonn. Ástæðan sjómannaverkfall sem farið að hafa mikil áhrif víða í greininni og kemur við marga. Auk fiskverkafólks þá hafi verkfallið meðal annars áhrif á löndunarþjónustur og flutningafyrirtæki. Ástandinu lýst sem hörmungar ástandi í frétt í Víkurfréttum í þessari viku. Meðfylgjandi myndir eru frá Sandgerðishöfn en þar var landað 555 tonnum í janúar á móti 1461 tonni á sama tíma í fyrra. Undirstöður gamla vitans á Garðskaga eru farnar að láta mikið á sjá. Áhuga maðurinn Vitan segir að síðustu mánuði hafi molnað talsvert úr steyptum undirstöðum Vitans sem hefur verið útvörður Garðskaga frá 1897 eða í 120 ár á þessu ári. Þung hafaldan lemur á undirstöðunum og í vetur hafi sjórinn jafnvel gengið upp á land og má sjá það af þangi og grjóti sem hefur skolað yfir sjóvarnargarða. Nýlega var lokið við viðgerð á sjóvarnargarðinu vestan við gamla Vitan og fljótlega þarf að ráðast í viðgerðir á undirstöðum Vitans. Hann sé friðaður og því þurfi væntanlega að steypa varnirnar eins og þeir voru áður en ekki hlaða grjóti umhverfis gamla Vitan á Garðskaga. Talsverður hiti hefur myndast meðal íbúa í Reykjanesbæ varðandi byggingareit við Hafnargötu 12 en þar stendur til að byggja 77 íbúðir á 3 hæðum auk bílastæða kjallara. 2 hús standa á reitnum en áratuga skeið var það starfsemi SPK auk þess sem bæjarskrifstofur Keflavíkurbæjar voru þar til húsa. Ítarlega fjallað málið í Víkurfréttum í þessari viku. Já, þetta var það helsta í fréttapakka frá Suðurnesjum, en við minnum einnig á aðra miðla Víkurfrétta, blaðið sem kemur hér út vikulega og dreift í öll hús og fyrirtækja á Suðurnesjum. Vaffef.is Víkurfréttavefurinn og þar eru fréttir alla daga vikunar. Og fyrir kylfingana, kylfingur.is, sjóðheitur beint frá Bahama-eyjum. En við þökkum fyrir okkur, sjáumst að vikuleiðinni, verið sæl. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is